gigs better pop up in your thoughts as an artist. Jeez. Taunt in the market, everybody wants to know where walking the park is. Walking the party, sporting the money. Park for the crowd to snooping the Charlie. Shooting the bar, time to sort the banana. Chicks looking at me like, talk to me darling. Hollering at man, winking, smiling and wanna attack man. I think these like love my black gang. Everyone's same colour as Batman's. Flipping like a quarter of a brick. Back 28 with the thought of a jit. Anybody thinks they can talk to my kid, well then I'm covered in red like a bullshit shit. Pour me a drink, big fur jacket, that's the force of a pimp. I used to be quiet, did that sort anything? So I had to run right when I bought me a ting. Walk with my ting, pedaling more feet. Them times there, I was licking out more green. Skip couple years, 07 the story. Now I'm hollow man, in some heavy Dior jeans. Bitch niggas looking for glory. Wanna be free so they can tell you a story. It'll get bloody and it'll get gory. Clapped in the net like a mandarin saw free. Yeah, I got my something there on me. So much straps, I'll have a weaponry orgy. Feds try and hit me for a murder, but it could have been a man that had the weapon before me. Be white green, I'll be peddling all free. Drop P a box, it was just under 4G. I told him weigh the 10s at 2 grams and weigh the 8 about 4G. Bad man's on the block, Spender, young gigs, mantis and rocks. TB tank. Bestu umfjöllunina undirheimana alltaf að finna í rappi. Og þegar við látið að störfum rappið komið aftur. Ungur, savage, ekkert, average. Magni, bad bitch, mini youngs, reckless. 10 fingur upp í Guðs leið, þú vilt ekkert vesen. Þykjast alla að hreyfa þetta en þér endur því meðferð. Ekki sens, get ekki shit, ég gera ekki neitt. Það þú ekki við, ég ekki partur af þessari heild. Ég og þú ekki eins, hoppa þér ekkert úr eins. Póki á mér, bang, gjalla henn aftur í heims. Marmari, leið, sætti, gull, alltaf fína. Bið til Guðs, góði Guð, viltu passa á mína? Hópurinn minn, þeir hugsa ekki tviss, nei þeir sjá bara sína. Hópurinn drepa þær upp, drepa hvað fína. Yeah, house, why you allow me swagged out? Get ekki internet beef, en það hún því séð á. Ég var bótið við séð á. If bro can't do it, then M can do it. BH can do it as well. No problem, darling. Come to the party, only girls. It's lit. It's lit, I fucking hell. I thank God I never been joke. I pray God I never see hell. Yo, yes I done 10 times 10 plus 10 now. Everybody wants scream gang. Remember them M block days with me and HGK screaming out gang. Yes I got love for the fans, but step out of Við erum klakkan. Ég bara vinna þessu alltaf maður. Já maður, svo ég kom því í gæri og fattaði. Já, Var kom bankunum, ég alltaf að ræða þessu. Var hakkabasta setningu en samt á ég aldrei nóga hamingju. Eins og vera á klakkanum, tala ekki að bakka á þau. Og mig í maðunum, stráka með sopla eins og matsalur. Þetta stórt punkt og það enginn hérna að fara að stoppa mig. Hvernig hún lappar inn atriði og hún hittir mig fyrir bíómynd. Hefur átt fullt af pússi kæristum en aldrei upplæðið að playa sig. Mér setjum mig að losa enginn hérna sem að geti playa mig. Getur borðið ykkur saman við mig á þessu boss-shiti, það absúrt. Snýrið djamin upp í gróðs og því ég niður í bæðir, ég kassjúr. Tölvuleikur þegar við erum að ég í missun. 100k í kósibúðinni í Kósi Vivian Westwood. Aldrei nóga Louis V, ég með luxus vandamál. Gamall homie hittum upp og hann var bara að biðja lán. Helst ekki weak man.
1, 2, 1, 2. Einn, tveir, einn, tveir. Við erum velkominir áhorfendur góðir á þennan leik. Leyfum Elvis Presley-laginu In the Ghetto að spila hér með leikmenn Lapp og öll. Og svo skal ég byrja að rála eftir það. Góðan dag og velkomin á Snóðavöllinn á leik Leiknis og Fjölnis. Við byrjum á því að Ólafur Garðarsson, einn auðvitaðasti sjálfboðaliði í 50 ára sögu Leiknis, fallinn frá. Við biðjum alla gesti að heiðra minningu hans með mínútu klappi. Lið Fjölnis þannig skipað að í markinu nr. 25 Sigurjón Daði Harðarsson, nr. 4 Júlíus Mar Júlíusson, nr. 6 Sigurjón Reynisson, nr. 8 Ólafur Davíð Þorleifsson, nr. 9 Bjarki Gunnarsson, 10 Axel Freyr Harðarsson, nr. 10 Dóri Snorrason, 17 Vilhjálmur Ingvar Hjálmarsson, nr. 20 Bjarki Þór Hortinsson, nr. 28 Hans Viktor Guðmundsson sem fyrirlið og nr. 77 Máni Austmann Hilmarsson. Þjálfari Fjölnis Úlfur Arnar Jökulsson og þá að liði heimamanna nr. 1 í markinu Viktor Freyr Sigurðsson, nr. 3 Ósson Bjarn Traustason, nr. 4 Patrik Reynaveski, nr. 5 fyrirliðinn Daði Bærings Halldórsson, nr. 8 Árni Elvar Árnason, nr. 9 Róbert Hauksson, nr. 19 Jón Hrafn Barkason, nr. 23 Arnór Ingi Kristinsson, nr. 30 Davíð Júlíán Jónsson, nr. 67 Ómar Sóe, nr. 88 Sindri Björnsson. Þjálfarar Leiknis Vigfús Arnar Jósefsson og Halldór Geir Heiðarsson. Dómar í dag Gunnar Hafliðarsson og aðstoðardómarar Kristján Már Ólafs og Guðmundur Ingi Bjarnason. Eftirlitsmaður KSÍ Garðar Örn Hinriksson. Áfram Leiknir! Jú, verið velkomin áhorfendur góðir, þá leikur fann að það er að sjálfsögðu Jóðas El Jóhann sem að lýsa og með mér að sjálfsögðu spretthlauparinn Geðu sem að gæða sér á hamborgara. Jú, það þarf að karpa fyrir leik. Ég landa ekki til ykkur. Og nei, við erum að sjálfsögðu eins og hann fór yfir vallaþulur leiksins
með Sindra Björns og Ómar Sól báða inn á. Það náttúrulega skapar ótrúlega hættu fyrir Fjölnismenn. Já, þetta er ótrúlegt sko, að þessi bara báðir inn á. Já, sko, Það hefur ekki- við höfum ekki fengið þetta. Í Lengjudeildinni árið 2023 erum við með Sindra Björns á Já. toppi ferilsins og Ómar Sól sem eru aldrei spilað betur. Nei. Saman inn á Hann er og spilað- sama liði. Spilum sem besta bolta akkurat á þessar stundu. Og eins og við höfum oft farið yfir áður, þá er, já, Saint-Fiat búinn að fylgja mikið með honum Þjálfari Gambíu. fyrir gambíska landsliði. Þeir eru auðvitað að spila á AFCON í janúar. Þeir eru svolítið að hitta upp fyrir það, hérna Ómar og já, bara reyndar Ómar. Hann er svolítið að hitta upp fyrir... Sjáum, tæpur að ná til boltans þarna. Þetta hefði getað verið mark snemma í leiknum. Hvað hefði það fyrir fyrir þennan leik ef leiknum hefði skorað núna í upphafi leiks? Eftir einungis 1,5 mínútu. Það hefði breytt stöðutöflunni mikið. Það hefði heldur betur breytt stöðutöflunni. Það er mismundi hvað menn vilja í þessu. Sem vilja bara halda enn eins og er, en aðrir, já, vilja breytinni sko. Bara myndi eftir hverjum tala við sko. Það er hárrétt. Já. Sjáum hornið. Og skalli, en nei, skallin fyrir yfirmarkið. Það með síndist Róberti Haugs. Þetta var ágætishotn. Fjölnismenn þeir stilla upp í markspyrnu. Taka hana stutt. Róbert Haugs alveg í boltana þarna, hann er rangstæður þannig að hann getur ekki tekið við honum. Fjölnismenn, þeir eru með háan bolta. Sjáum Daða. Nú er ég þessa stundina að vísa Knús, hann er með hamborgara og þessi hamborgari á hug hans allan þessa stundina. Það er ekki sem að fá aukaspyrnu. Ég er að fá gögn í eyrað, staðfestar tölur. Það er þinn þriðji hamborgari í dag. Getur það verið? Það getur mjög sennilega verið. Við höfum séð slíkar tölur frá þær áður. En spretthlauparinn Geðu er einmitt sá maður sem á metið fyrir flesta hamborgara í veitingatjaldinu á þjóðhátíð yfir Verslunarmannahelgina. Sjáum Fjölnir, þeir spila boltanum sín á milli. Þetta áhugavert að fylgjast með því að Máni Austmann er í byrjunarliði Fjölnismanna. Og svo gott skot sem þeir koma aftur fyrir í hornspyrnu. Einungis 5 mínútur búnar og Leiknir er búinn að fá 2 hornspyrnur. Ef við heldum svona áfram þá gæti Leiknir verið að fara að fá 36 hornspyrnur í þessum leik ef að starffræðin svíkum ekki. Getur það ekki verið? Sjáum Árna, hann tekur hornið, Lárbolti, flikkunum áfram í horn. Dómarinn dæmir horn, dómarinn hlýtur að hafa rétt fyrir þér, ekki það? Já, og það er ekki konar 5 mínútur og við erum konar með 3 hornspyrnur. Ef þetta heldur svona áfram þá gætum við verið að fá 60 hornspyrnur líka við. Ef að gögnin er ekki að svíkja okkur. Sjáum Kraðak í tegnum. Leiknismenn ná boltanum aftur. Ósald kemur út á Árna, kemur fyrir. Þar er enginn nema Fjölnismaður og þeir koma aftur í hornspyrnu. Við gætum verið að fara að slaga upp í 100 hornspyrnu leik hérna, Patrikur. Við gætum verið að fara að sjá 100 hornspyrnu leik, Patrikur. Ef þetta heldur svona. Sjáum Árna, hann tekur hornspyrnuna, hárbolti út, en þetta er hátt og langt yfir og framhjá frá Patrik. Sigurjón Daði stillir upp í markspyrnu. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis.
Sjáum Ósvald, hann hrifsar boltan af sínum gamla félaga Mána Austmann. Sýnir honum enga virðingu hér. Hvað fannst þér þetta? Ósi, Arsenal maðurinn, sýnir Mána enga virðingu. Hann laser fókus, það hárrétt. Og Leiknismenn að fá hornspyrnu. Já, ég skal ekki segja. Þetta 5. hornspyrna Leiknismanna. Á, já, rétt rúmlega 6 mínútum. Sjáum hvað Árni gerir. Hárbolti á fjarstöngina. Þar Patrik, en Sigurjón Daði, hann grípur þetta, hann öruggur í markinu. Sigurjón biður boltan, fær hann ekki. Dofri aftur á Sigurjón. Jón Hrafn pressar Dofra og þeir ná boltanum fyrir rest. Boltinn inn í teig, Ómar Só hættulegur í þessari stöðu. Ómar Só að gefa hann á Sindra Björst. Áhugavert var hann að Sindra Björst gefur á Ómar Só. En gaman að þessu. Já. En Fjölnismenn, þeir fá aukaspyrnu. Við viljum að fá gögnin á eftirlitsdómarunum. Fara gulspjöldin yfir í playoffsið. Veistu það? Þú hefði haldið það, já. Patrik skallar hann tilbaka á Viktor í markið. Arnór, nær þeim! Arnór! Sindri, ofar! Viktor út á Ósa. Nú heldur Ósi auðvitað með Arsenal. Þeir unnu Manchester síðustu helgi. Já, með heppni. Hver svona þín fyrstu við þeim leik? Ég slökti á 90 mínútu. Já, það svona. Þannig að ég veit ekki hvernig leikurinn endaði. Sjáum Jón Hrafn, hann keyrir upp völlinn. Með boltan á Sindra. Sindri hættulegur í þessari stöðu. Gefur hann á Davíð. Hann svo fullt nýja þessari leik? Hann falskasta nýjan í þessum leik. Davíð lætur hrifsa af sér boltan. Klauðalegt í honum. Hann getur betur og hann veit það. Sjáum Axel Frey. Trygg kemur boltanum út. Axel með innkastið. En Bjarni, hann missir boltan út af. KFA eru komnir yfir í Kópavoginum. Já, landamæri Kópavogs. Já, Seljakörið náttúrulega í hluti af Kópavoginum. Já, landamærin. Já, 109 í Kópavogi. Þannig að þetta eru landamærin. Já, Breiðholtsbrautin eru auðvitað það sem skilur að Breiðholt og Kópavog. Herru, klaufalegt, sjá Robert Hugs. Kloppi, en Fjölnismenn þessu. Leiknir hefðu viljað gera sér mat úr þessu. Já, þeir eru bara að leika sér aðeins fyrsta myndunum. Robby Hugs sterkur, nær boltanum. Góð tekling. Sjá hvað gerir hann í. Þessu séu bara reytabolt. Það mætti halda það. Robby með sendinguna fyrir, en Hans Viktor skallaði þetta frá. Og nú byrja á innkostunum. Já, eru þeir byrjað að setja í innkast núna? Mér sýnist það. Já, þeir vilja hafa boltan bara þar. Já, má segja það. Liðin eru svolítið að leggja upp leikina þess að þeir mæti upp í Breiðholt að hafa boltan svolítið í innkastum. Við höfum séð það í undanfarandi leikjum. Sjáum Fjölnismenn, þeir keyra upp. Hvað gerist hér? Já, þetta langt framhjá. Skapaðist ekki mikil hætta þarna. Nei. Hefði viljað skapa meiri hættu úr þessu Fjölnismenn. Það hefði nú verið skapa spennu fyrir okkur svona hlutlausu að fá markileginn þarna. Já. Það
Það hefði verið gaman fyrir það hlutleysu. Fyrir okkur hlutleysu. Já, fyrir okkur. Fyrir okkur hlutleysu. Fjölnismenn með innkasti áhugavert. Vanalega eru að sjá liðin sem koma í Breiðholt gefa Leiknismönnum frekar innkast heldur en að Leiknismenn gefi frá sér innköst. Já. Það hefur verið svona sögurlínur líkjana til þetta hjá Jón Hrafn. Hann keyrir upp. Fíflar, Dofra, komið fram hjá honum, gefur fyrir, en þeir koma þessu í innkast. Nú eru Fjölnismenn auðvitað mæta upp í 93 metra hæð yfir sjávarmáli. Já. Grafavóðurinn náttúrulega, já, svona lítið sjávarpláss. Í Voginum, já. Já. Þeir eru ekki vanir að vera svona hátt yfir sjávarmáli. Nei, það er mikla aðlögun til að koma ykkur upp. Þeir eru auðvitað búnir að eyða löngum tíma í grunnbúðunum í Arnarbakka áður en þeir koma hingað. Já. Það er sjást, þeir eru ekki verið lengi í þeim búðum. Ó nei. Hvernig byrjunleiksins fer á stað. Sjáum það að hann er klókur á boltanum þannig. Já. Kemur sér inn fyrir þessa sendingu. Viktor hárbolti. Ítt í baki á Jóni Hrafni. Dómarinn dæmir ekkert. Þá hlýtur þetta að hafa verið rétt. Fyrst að dómarinn, hann hlýtur að hafa rétt fyrir sér. Ekki það? Jú, svo segja þér hérna. Já. Við vorum að fá það í eyrað. Já. Þetta var hárrétt hjá dómarannum að láta leikinn halda áfram þannig. Jú. Sjáum Sindra, þá hlýtur hann að láta leikinn halda áfram. Nei! Ha. Þetta er áhugavert fyrir okkur hlutlausu að sjá brota þetta en ekki þegar það var farið í baki á Jóni Hrafni en áfram með leikinn. Já. Dómarinn að sjálfsögðu dæmir. Hann dæmir. Og hann þetta var, jú, þetta var hárrétt, þetta var brot á Sindra. Já. Sindri var full ákafur það. Já, hugsa svolítið mikið manninn. Hárrétt, fyrir einhverjum boltan. Já. Eigum að fara yfir söguna. Já, við skulum fara yfir söguna með að stilla sér upp í þessa aukbyrnu. Næst síðustu umför árið 2006 í Davíðssonum. Sá sögufræði leikur. Þegar að Fjölnismenn slotnaði í gegn og Gunnar Jarl Jónsson fyrrum dómari. Já, tekur mannin bara niður og fær beint rautt. Með sigri hefði Fjölnir farið upp deild en með jafntefli hélt Leiknir í deild þeirrar hæstu. Og eftir það var þessi svo kallega rígur milli Leiknis og Fjölnis. Svo 4 mánuðir seinna var harmleikur hérna árið 2010. Það er að sjálfsögðu mikill rígur á milli þessara liða. Já, það er það. Þegar Illugi Þór Gunnarsson hendi bara 3 assist í sama leiknum. Og það er ótrúlegt. Sér að Pétur Georg Markan setti þrennu. Í þeim sama leik. Þetta, já. 3 hnífar í bakið á okkur Leiknismönnum það kvöldið. Eða á okkur hlutlausu. Já, sá harmleikur. Sá harmleikur. Svo munum við þetta eftir því þegar Fjölnismenn komu hérna og voru 1-0 undir á 80. mínútu og Kenneth Choppart ákvað að hendi 2 mörk fyrir Fjölni. Já, sá leikur reyndar ekki í mínum bókum. Nei, ef ég man rétt þá voru einhverju stuðningsmenn Leiknis sem að tóku því tapi mjög illa og í Fjölnistreppi eftir þann leik. Það er kannski ekki hugulegt. Nei. Það er alveg óþarfi. Það er algjör óþarfi. Að auka kolefnis. Algjör óþarfi og við munum vonandi ekki sjá neitt slíkt í dag. Nei, þetta eru... Sjáum Árna, hann stillir upp, hendinu upp, bolti fyrir. Þar er Ómarsson, en Sigurðardali sterkur í markinu, kemur út og kýlir þetta frá og þá eru Fjölnismenn komnir á skrið. Það er Bjarni Gunnars. Hann er komið með flugbrautina. En hann snýri við. Já, hætti við. Davíð Júlían var of snöggur. Hárbolti, nei, fastubolti. En þeir halda boltanum inn á. Þetta var vel gert á Fjölnismönnum og þeir komið boltan fyrir. Og klaufalegt. Og sjáum Leiknismenn. Patrik er að bjarga á línu hér. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Með augu á hnakkanum. Það má segja það. Við erum að sjá það hér í upphafi þessa leiks að þessi leikur, hann á sitt eigið líf. Já. Byggumst ekki við þessu. Ó nei. Ó nei. Langbolti.
Og, já, góður bolti þarna fyrir, en skallaði innkast, Leiknismenn eiga innkasti. Innkastið. Fjölnismenn eru, boltinn fer þannig í hendina á Sindra. Sindri Klaufi. Stopp, Jóni, stopp. Jóni, stopp. Og mitt á milli. Ok, droppa núna, Jóni, aðeins. Ofar, Jóni, ofar, Jóni. KFA eru komnir í 2-0. Þeir eru... Þetta hefur skilað sér í morgun þegar að Breiðholtið saman bænhúsin í morgun og byrjuð fyrir Mike og félögum í austri. Það voru að sjálfsögðu 15.000 manns hér úr Efra-Breiðholti sem mættu út í Fella og Hólakirkju og báðu fyrir Mike og félögum í KFA. Það er að skila sér. Það er að skila sér. Daði, nei, Máni segir með góðan bolta upp í horn. Fjölnismenn hafa verið hættulegir, skeinuhættir hér í upphafi leiks. Og þeir stilla upp í hornspyrnu. Hvaða sviðsmynd ertu með fyrir þetta horn? Já, bara Sindri Björnsson sparki með höfðun á sér og hreinsi frá. Já. Hann auðvitað getur það. Hann rakaði auðvitað af sér hausinn, hárið, af hausnum á sér, til þess að geta sett meiri kraft í skallana. Já, það er svona komið minna viðnám við hárið. Akkurat. Þannig að bolti farið bara beint í leðrið. Skot. Og Fjölnismenn er að skora. Rýtingur. Gegn gangi mála. Þetta var leikmaður nr. 6, Sigurvin Reynisson. Og við ætlum að hringja þessi tíðindi inn. Leikmaður nr. 6, Sigurvin Reynisson, sem skoraði þetta mark. Já, þetta er ekki alveg það sem við byggumst við. Átni, reynd að standa hann í fram á. Við erum að fá mark hér frá Sigurvin Reynissyni eftir horn. Fjölnir 1, Leiknir 0. Fyrir 3 mínútur síðan voru Leiknismenn að bjarga á línu. Leiknismenn nýbúnir að bjarga á línu en og rýtingur í bak okkar Leiknismanna. Já, bæði lið búin að eiga hættulega sóknir. Báðu vegu. Fjölnir búin að vera aðeins hættulegri undanfarnar svona 5 mínútur. Búin að sækja svolítið af markinu en búin að vera bara jafnleikur. Já. Það mátt koma inn á þessar 20 hornspyrnur sem kom í byrjun. Já, við glemdum því. Já. Nei, það heyrist í okkur. Og Leiknismenn eru að stilla upp hotspinnu. Nei, hotspinnu, í aukaspinnu. Stilla upp hérna. Maður er svo vanur að sjá Leiknismenn taka hotn í þessum leik. Leiknir er auðvitað búin að eiga ykkur 15 hotnur til. Hárbolti sem að Ómar Sóna er ekki. Fjölnismenn. Mjög fjölmennt hérna hjá Kalmannum í dag. Myndi ekki segja það? Jú, búið að bæta töluvert í. Já. Dóri með boltan tilbaka. Þeir fengu hann bara. Dóri. Já, þeir fengu hann bara. Þeir fengu hann bara. Ótrúlegt. Ótrúlegt. Sjáum Árna kassar hann niður, kemur boltanum. Sólar 2 það í innu. Og
Það er Davíð teng- Júlían tæklaður en ekkert á þetta. Það er tengingan á milli Árna og Fjölnis, vissum við það? Já, það er góð tenging. Þú kannski segir okkur tenginguna? Já, hans frændur eru Fjölnis, sko. Hans helstu frændur. Hárið rétt. Stalli og hérna, og Sólan, hvað hérna? Og bara það hans allavega. Já. Í döfnblíðir. Já. Akkurat. Það er góð tenging þannig. Já, öflug tenging. Þetta vissi ekki neitt, sko. Nei, það vissi þetta enginn. Nei. Sjáum Sindra hvernig þegar boltinn er ekki í leik, hvernig hann skannar allan völlinn, Já. leitar að glöfum. Þetta er Þetta ótrúlegt. er öðru leikmann sem getur þrætt boltan þangað sem hann vill. Hann sér leikinn í 360 gráðum. Já, bara hann er með, hann sér knattspyrnu í þessari fjórðuvídd eins og við höfum svo oft rætt um. Ekki eins og aðra leik. Nei. Með fullri virðingu fyrir öðrum leikmönnum samt. Já. Veist. Hann er svona, já, íslenski Savi. Já. Ómar Só. Hár bolti inn á teginn, en Fjölnismenn komið sér frá. Fjölnismenn keyra upp völlinn. Axel Freyr missir boltan. Og Árni kemur honum út ósa saman, sjá hvað hann getur gert. Hann var auðvitað búinn að vera einn af betri leikmennum Leiknis á þessu tímabili. Og Leiknismenn fá inn, nei, Fjölnismenn fá inn kall. Hárið rétt dæmt hjá dómaranum. Já. Dæmd ágætlega bara. Já. Sindri, rólegur! Robby ofan! Kasta tilbaka. Fjölnismenn ætla að spila úr vörninni. Fjölnismenn stilli í langt innkast. Hvað sjáum við hér? Boltinn inn á teginn. En Leiknismenn skallir svo frá. Og Fjölnismenn er fara. Það virðist ekki hafa mikil áhrif á Fjölnismennina að þeir sé að koma upp í 93 metra hæð. Yfir sjávarmál. Þessar eins og þessi bara búin að vera hérna í nokkra mánuði. Mætti halda það. Sjáum Davíð Júlían. Hann er búinn að koma vel inn í lið Leiknis. Hann er alveg óður á hliðarlínunni. En sjáum, hann stendur inn í báðvagnum. Allt er fyrirmynda þar. Já. Munum svolítið vel eftir því að Grótta mætti hingað á Leiknisvöllinn og Chris Brassell, hann stóð ekki neitt allan leikinn inn í báðvagnum sínum. Hann sá glöðu á báðvagnum. Hann sá glöðu í, já, það er bara eins og það er. Það var nefnilega brotaði punktalína þarna sem hann fór í gegnum. Sjáum Máni Vistmann, hann dansar boltan inn á tegnum með háan bolta yfir. Dofri boltanum út. Axel Frey sem kemur með fyrir. Ekkert úr þessu. Dofri aftur á Axel Frey og hann vil koma með hann fyrir núna. Hvað gerir hann? Kemur með hann fyrir en Viktor með sín sterku löngu hendur grípur þetta. Já, þetta róa svolítið eftir þetta mark. Já, má segja að þetta mark hafi tekið allan vindur úr þessum leik, virðist vera. Allavega Leiknismanna hingað til.
Þetta hefur séð áður hérna í Breiðholtinu að við höfum leiknir að lenda undir og Jú, jú. þeir hafa komið tilbaka Þeir eru auðvitað með þetta clutch gene sem önnur lið hafa ekki. sem önnur lið hafa mér ekki. Það er hárrétt. Það voru margir búinir að fella á niður eftir 8 eða 9 umferðir en við The clutch gene. erum bara mættir í play-offs. Sjáum Sindra, frábær sending frá Sindra Þetta er tilbaka. ótrúlegt. Sjáum við þessa sendingu hjá Sindra þarna. Sjónar semir Ha? þarna. Sá var búinn að skanna svæðin í kringu sig og sá þessa gröfu í sókn Fjölnismanna til þess að gefa bolta tilbaka og varnamann. Þetta er bara ótrúlegt. Það er bara einn leikmaður í þessari del sem getur gefið svona sendingu tilbaka í vörnina. Já. Sjá núna Daða, fyrirliði Leiknis. Gjör núna Davíð Júlían. Davíð Júlían með no-look sendingu á Fjölnismann. Já. Og Ósi keyrir tilbaka. Axel Freyr er að stinga hana af. Axel Freyr er að sleppa í gegn. Og Ósi mættur. Ósi menn. Arsenal maðurinn geðu við. Okkar íslenski Ósi menn. Dóri með boltan. Ætlar að skipta milli kanta. Gerir það. Boltin yfir, en dæmdar rángstað á Axel Freyr. Hárrétt hjá dómarannu þarna. Leiknir fagnar því. Leiknir eru komnir af stað með leikinn aftur. Árni Elvar með boltan. En gefur slappa sendingu. Fjölnismenn komnir með boltan. Við erum auðvitað að spila þennan leik undir æsufellinu. Já, og fyrir fram að Lönguvillisuna. Fyrir fram. Leiknismenn, þeir spila í 8 Lönguvillisunni, Fjölnismenn í 8 Æsland Vesturbergi. Íbúðaverðið á Lönguvillisunni er ótrúlegt að hafa bara þetta útsýni á honum öll. Það er alveg rétt. Sjáum Viktor, hann er að koma út á móti. Þeir spila, en Patrik er að koma þessu út af þetta hefði getið verið hættulegt. Viktor kemur út en næri ekki til boltans og Júlíus Már sólar einfallega bara Viktor þarna. Hann fíblaði hann. Já, upp úr skónum. Sjáum Ósa. Ósi bolt. Gjörn á Patrik. Nú vilja Leiknismenn skapa sér eitthvað. Sjáum Róbert Hauks. Róbert Hauks búinn að vera öflugur í sumar. Það er kraftur í honum. Já. En við hefum ekki séð það í sumar að lið spili þrátt fyrir að leikmaður þeirra séu í landsliðunum. En Leiknir er að gera það í dag. Já, vanlega hafa lið fengið að fresta leikjum. Já. En það hefur ekki áhrif á okkur menn í dag. Nei. Við áttum ekki einn leikmann. Nei. Róbert Kvental missar eina landsliðum. Já, hann er 19. Já. Flott hjá honum. Sjáum Sindra. Frábær sending frá Sindra. Sáu þið þessa sendingu? Hæ? Þetta hefur bara Þetta er ótrúlegt. Sjáum hvernig Sindri Björnsson spila knattspyrnu bara yfir höfuð. Já. Sjáum, og vinnur boltan þarna. Hann er alltaf með allar þessa titla á bakinu. Hann er sá málmóði. Vinna allt sem vinna hægt er á. Jú, það er ástæða fyrir því að hann er kallað málmóða skepnan úr Breiðholtinu. Já. Það er verið þetta nátt, sko. Já, á Sindri Björnsson. Já. Við gerum það. Munum auðvitað þegar bróðir hans mætti hérna upp í Breiðholti og ætlaði að sækja 3 stig. Með lægjan bara sitt. Já, Nei, ég ætla að vinna þennan leikvinnur. Brósi. Sá sögufræði leikur. Munum auðvitað þegar Birkir svona skot í þeim leik og það skot fór einfallega langt yfir. Sindri Björns kallaði á eftir honum. Flott skot, the Brósi man. Gengur betur næst. Og svo skellir hlóðan hérna út á vellinum. Og fór út á 60 sekúndur og bandaði pítsu. Já, fekk hann að heimsenda bekkinn. Já, þetta er svo mikið kóngur. Davíð Júlían. Út á Jón Hrafn. Hvað gerist hér?
Hrafn með skotið í varnamann Fjölnis. Fjölnir vinnur boltan. Já, þetta er klassist í hann. Þetta er klassískt. Jón Hrafn að fá boltan á vinstri kantinum og kötta inn. Hann reynir þetta mikið og þetta gengur stundum. Hann spilar bolta eins og Arjen Robben, mætti segja. Já. Hann er, við höfum náttúrulega talað það að hann er svona íslenski Arjen Robben, Jón Hrafn. Já, hann leitar svolítið á vinstri fótinn. Gerir það. Hann leitar af vinstri kantinum á hægri fótinn. Eins og Arjen Robben. Já, það er svona megin. Arjen Robben kemur af hægri kantinum og leitar á vinstri fótinn. Jú. Leikmaður sem að Einungis vinstri fótinn. Jón Hrafn svona reynir að spegla Arjen Robben. Já, hann þarna bara enga virðingu fyrir Mána Austmann. Nei. Það er bara, já. Bara það sem Sindri Björnsson gerir. Þetta er einhvern framur. Hann segir alltaf við mótherja sína, jú, við erum kannski vinir utan vallar, en innan vallar. Ég get ekki borið mikla virðingu fyrir þið þar. Og gerir svo lítið úr mótherjum sínum. Trekk í trekk. Sjáum Ómar Só með boltan út á kanti. Hvað gerir hann? Hann vill eflaust reyna að finna Sindra Björnsson. Sindri Björnsson er í seinni bylgjunni og fær boltan. Frábært hvernig Sindri Björnsson kallar á eftir boltan og þannig. Þetta er listamaður með boltan. Einfaldlega. Það var glæsileg sending frá Robba Hauks á Davíð Júlían. Hvað gerir Davíð? Davíð með skotið og Jón Hrafn! Fjölnir eru að koma þessu aftur fyrir í hornspyrnu. Ég held þetta sé besta hornspyrna leiknis í þessum leik. Já. Tæplega 40. allavega. Ef gögnin svíkja okkur ekki. Ef gögnin svíkja okkur ekki. Hornspyrna. Davíð, þú áttir ekki verið á báður á sömu hliðinni. Annar ykkar þarf ekki að spila í gegnum ykkur. Árni. Það þarf að vera í hálfsvæði. Já, við erum að fylla þau líka. Fjölnismenn með max-spyrnuna. Það er aukaspyrna, afsakið. Það er aukaspyrna. Sjónin eitthvað trufla okkur. Viljum endilega virkja spjallið, gattið á YouTube síðunni. Það er gaman að sjá með hverjum áhorfendur halda. Fyrir, en Robbi Hauks er einfallega bara fyrir þessum bolta. Ofar, yes, Robbi! Hluta ferð, Jóni! Jón Hrafn keyrir inn, sólar Dofra upp úr skónum, kominn inn á teginn. Og Davíð Júlían! Hamar! Davíð Júlían er skotið í sendingu frá Jóni Hrafni! Sjáum við þetta! Og hvað gerir hann? Hann faðmar Sindra Björnsson! Já. Sjáum við þetta? Þetta er leikur. Þetta er orðið leikur hérna í Breiðholtinu. Og við báum þráðinn á doktorinn. Það er á tali hjá doktornum. Já. Við erum með þetta í beinu samtali við doktorinn á meðan við erum að lýsa þessum leik. Samtalið er virt og sjáist sem að tekur með þetta. He wants to hear the noise. Leiknir 1, Fjölnir 1. Vá. Við erum bara komnir aftur inn í leik. Þetta er orðinn leikur. Það er vöknuð aftur lífsins annað. Vöknuð til lífsins, það er hárrétt. Jú. Blessa dogg. Staðan er einfallega 1-1. Jón Hrafn sólar Dofra upp úr skónum einfallega við endalínuna. Gefur hann fyrir þar Davíð Júlían
kemur boltanum fyrir í markið. Frábært mark. Þeir spörkuðu. Það má segja það. Já. Það er vitlaust á pöllunum. Og kannski gaman að segja frá því að Máni Austmann í byrjunarliði Fjölnis, hann var auðvitað í Leikni. Og Sindri Björnsson búinn að vera að gera lítið úr Mána Austmann út allan völl hér í allan dag. Á Mána? Nei, það búin virðing fyrir honum. Þetta auðvitað, já, þetta náttúrulega slagur, ákveðin slagur. Já, Jú. sjáum Þetta er saga til að taka bila hérna. Já. Þetta auðvitað, við erum svona að kalla þetta Arnar Freyr Ólafsslaginn. Já. Eða Þóri Guðjónsslagurinn. Herru, Hjörvar, Átni, stopp, þetta að spila eitthvað með Helga? Herru, við erum í bandi. Stjörnustrákurinn? Já, sammála því. Nei. Já, nýja. Nei. Hvað heitir það? Já, Vinnæll. Já, það er ekki að heit. Já, alltaf gaman að slaga þráðinn og dog. Já. Staðan er orðin 1-1. Þetta er Já, orðin leikur. þetta er leikur hérna. Þetta er leikur. Daði, dekka aftan þig! Gaman að þessi. Brosum við. Nú brosum við hringinn hér einfaldlega. Við hlutlausu. Myndum við segja að þetta mark leikmanna hafi komið upp úr heiðskýrulofti. Það var búinn að vera smá hætta við mark Fjölnismanna. Já, það fór svona dragast að Fjölnismönnum hana. Fyrir mark hana. Þeir réðu bara ekkert við þetta. Þegar Sindri Björnsson. Nei, þeir réðu ekki við þetta. Þegar Sindri Björnsson fær bolta, það ráður ekkert við þetta. Nei, þetta er bara að hafa þennan leikmann í lengjudeildinni. Já, þeir eru svo að hafa Mo Salah bara. Já, það má segja það. Þetta er bara eins og að hafa. Nei. Þetta er bara eins og ef að Mo Salah væri í Bournemouth. Já. Í Championship. Í Saudi. Í Saudi, já. Í Saudi. Svona Neymar í Saudi. Hann er skellilega leiða núna, sko. Við erum að fá það í eyrað. Óskar Klásin, formaður Leiknis, hann var að hafna 50 milljóna tilboði frá Saudi í Sindra Björnsson. Íslenskum það ekki? Nei, evrum. Nú, evrum, já. Hann sagði takk en nei takk. Já, þurfum að halda í pleysinu. Hann sagði við verðum með þennan leikmann einfallega bara miklu meira en 50 milljónir evra. Við getum ekki að kaupa neitt í staðinn. Nú glugginn okkar náttúrulega lokaður. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Sindri Björnsson er líka ekki gerður fyrir þennan hita sem er í Saudi. Það er búið að fara yfir það margoft. Sindri Björnsson er ekki gerður fyrir þennan hita sem er í Saudi. Við erum að fá spjallið er virt. Spjallið er virt. Við erum að fá hér Leiknir aftur í deildina bestu menn sem. Já, við hlutlausu, við fögnum öllum svona skilabúðum. Já, Robby Haugs og Ómar Só. Við þurfum vissulega að spila 3 leiki áður að Leiknir að fá hotspinnu. Jú, það er rétt hjá Patti. Þurfum að spila 3 leiki áður en við förum í hérna deildina bestu. Já, það er rétt. Þetta er svona það sem að fólk er að kalla eftir hérna í spjallinu. Já. Að Leiknir fara aftur upp í deildina bestu. Bara í spjallinu? Nei. Líka í stúkunni. Já, hún er í Mjódd. Ég fór og tók stöðuna þar áðan og þar voru allir mjög spenntir yfir að fá Leikni upp í deildina bestu. Ég vilja hafa eitt lið í Breiðholtinu í bestu deildinni. Já. Og það eru þetta bara eitt lið í Breiðholti. Jú. Það gleymir. Sjáum hotspinna og Fjölnismenn koma þessu frá. Viktor væntanlega sækir þennan bolta. Nei, Ósi. Sjá, Ósi, hann hleypur. Það er alveg mótor á honum. Já, þetta er ekki dísivél, sko. Þetta? Nei. Þetta er bara bensín, sko. Já, þetta er bara bensín. Já. Hvaða? Já. Þetta er svona. Já. Ómar Só nær ekki boltanum. Dofri.
það var auðvitað Jón Hrafn sem sólaði Dofra upp úr skónum áður en hann lagði upp markið. Glæsilegt mark. Eitt af mörgum tímabilsins. Fjölnismenn stilla upp í hornspyrnu. Hvaða hætta getur skapast úr þessu horni? Hvaða sviðismyndir ertu með? Fastur fyrir á nær? Já, ég vil bara að fjær. Eitthvað kemur á Mér sýnist ferðinni. þeir stilla sér upp þannig að þeir ætla að ráðast á boltan frekar en að standa á Ef Júl væri inn á vellinu þá væri það bara stilt upp á pönnuna hans og beint inn í vinklinn sko. Skot langt fram hjá utan af teik. En jú, það er rétt hjá þér. Það er mikið reynd teikna hann alltaf á pönnuna á honum. Jú. Leiknismenn eru auðvitað með leikmann í sínu liði sem getur gjörsamlega teiknað hann á tík. Það er Sindri Björnsson. Já. Jú, Ótrúlegt að það nafn komið, það er bara komið. Sindri Björnsson. Sjáum Dóra, hann er að skalla til hliðar og Jón Hrafn nær honum. Ætlar Jón Hrafn aftur. Jón Davíð Júlían, þetta er skemmtilegt samspil. Auðvitað það samspil sem lagði upp markið. Davíð Júlían fær hann aftur frá Ómar Só, en kemur honum ekki í gegnum vörnina. Fjölnismenn fá boltan. Droppa, Matti, aftur og bak! Sjáum Júlíus Már keyrir upp völlinn, gefur hann út á Bjarna, en hann er með hann fyrir, en hotspinna hér í Breiðholtinu. Sem Fjölnismenn fá hérna í Breiðholtinu. Þeir eru að fá hotspinnu. Á markamínútum miklu eða? Jú, passar. Það er 40 stöðunum vinna. Þannig að það getur hægt á loftinu. Hvaða sviðismyndir eru við með fyrir þetta hot? Ég held að við hreysum bara og þetta er hinum einn. Í markinu? Já. Já, það er ekki Markamínútum flóknir með það. Nei. Sjáum auðvitað að Sigurjón Daði, markmaður Fjölnis, stendur á miðjubúanum. Ég er að segja það. Við höfum alltaf Ómar Só. Og þetta er nákvæmlega eins og góða. Boltinn berst út úr teiknum og þar er leikmaður nr. 10, Axel Freyr, sem neglir honum inn. Ríkminn þetta markamínútunni. Markamenn, þetta var sviðismynd sem ég Þetta var bjóst við. nákvæmlega sviðismynd sem við vorum með. Já. Það er 1-2 Fjölnir. Gangi leiks, Fjölnir fá hotspinnu. Þetta er nákvæmlega eins mark og áðan þar sem að þeir gefa fyrir úr hotni, boltinn berst út úr teiknum og þar er leikmaður Fjölnir sem bara neglir hann fyrir þann teik í gegnum pakkan. Við erum, já, með hausinn er komin í úrslitakeppnina. Við erum bara að drilla leikmanna fyrir hana. Herri, segja það. Jú, eins og við segjum, hausinn er komin í úrslitakeppnina. Leiknir 1, Fjölnir 2. Hausinn er komin í úrslitakefnina. Svona. Þetta er bara svona. Þetta er svona. Svona play-offsi. En það er auðvitað Jóhann og Patrikur sem lýsa þessum leik. Við erum þeir hlutlausu. Ég er hérna fyrir hönd Fjölnis og Jóhann fyrir hönd Leiknis. Ég er hér fyrir hönd KSÍ. Já, KSÍ, já. Jón Hrafn fær boltan. Sindri keyrir inn á teiginn. Hvað ætlar Sindri að gera? Sindri veltir fyrir. En þar er Fjölnir að Þeir sáu hreinsa fyrir boltanum. honum þarna. Já, það má segja það. Árni og Davíð Júlían. Hvað ætlar Davíð Júlían að gera? Fjölnismenn eru með þessu marki sem þeir voru að skora. Þeir voru að skora þetta mikilvæga þriðja mark. Já. En þá er einfaldlega spurning, hver skoraði þetta mikilvæga fjórða mark? Það væri gaman að fá það. Frá öðru hvoru liðinu. Já. Ómar Só fer hátt upp með sólan og er að sækja sér gult spjald. Ótrúlegt. Þetta var búinn að spá fyrir þennan leik. Jú. Ég ætla ekki að segja af hverju en. Og það er kallað á lækni. Já. Ég gat séð þetta fyrir. Já, ég gerði það. Þú varst búinn að segja við mig að
Ómar Só, þú vissir ekki hvernig þessi leikur myndi fara, en þú vissir eitt. Ég vissi eitt. Þú vissir að Ómar Só myndi fá gult spjald. Gæti fyrir gult spjald. Ekki myndi. En þetta var óvilja verk. Já. En vissulega, gult spjald, það er hár rétt. Sterkt. Þú varst búið með eitt á þessari öll. Bara leggja næst til mér. Þú varst búið með eitt á þessari öll. Það er ekki gangur. Já. Og við leifum sjúkraþjálfara á Fjölnis að hlúa að leikmanni. Þetta var Máni Öppmann sem hann lá eftir. Hann alltaf þekkir hann ekkert. Nei, þeir þekkjast vissulega ekki. Nei. En verða eflaust, góði vinir þennan. Já. Við hefum ekki séð þetta áður í Ómar í leikjónum í sumar. Nei, það er... Þannig að... Og hér er dómari leiksins að flauta til hálfleiks. Leiknir 1, Fjölnir 2. Við ætlum að taka smá pásu hér úr lýsingarherbygginu og komum aftur. Takk kærlega.
Jú, við erum velkomin á orðið góði, við erum með smá hálfleiks viðtal. Það er komið góðu gestur í setti. Það er þáttarinn geðþekki Þór Karlsson, gott og sæll. Takk fyrir Jón, gaman að koma. Hvernig þú auðvitað ert einn af þeim þrótturum sem náðir ekki flugi til Vestfjarða í dag? Nei, ég er rétt næst í að þarna þetta sætinu. Já, það er bara eins og það er. Þú ert, já, sem sagt í svona topp 35 virtustu stuðningsmennum Þróttar. Náður ekki alveg hann inn á topp 30 listan, það var auðvitað 30 sæti í flugunni. Ég vissi ég í topp 35 einu sinni, en ég náði ekki sæti í lestin. Ef þú ferð yfir svona þessa helstu Þróttara sem voru í vélinni, hverjir voru þar? Þetta var Jón Ólafs, Haldur Gylfa, Gunni og Felix. Já, Gunni Helga, já. Björn Hlynur var hann það líka. Ok, Sóli Hólm? Sóli Hólm var ekki mættur, nei. Nei, hann var ekki, hefur ekki fengið sæti hans? Nei. Series 4 tók það. Já, Series 4 tók. Hvernig eru búin að lítast á þennan leik hér í Breiðholtinu? Ágætlega, búið að vera kapaldi leikur, leikmenn byrjuðu og svo tóku Fjölnismenn stjórnina. Leiknir voru við með hérna yfirhöndina fyrstu 15 mínúturna. Já, Fjölnismenn án og fengið betri færi. Leiknir bara fyrir á pínu. Já, hárrétt. Fjölnismenn að koma úr þessu sjávarþorpi sem Grafarvogurinn er upp í 93 metra hæði yfir sjávarmáli en eru að spila sinn leik. Spáðu þetta fyrir? Ég sá þetta ekki fyrir, en ég hef svo búin að heyra að undirbúningu Fjölnismanna hafi verið að þeir hafi verið mikið að hafi æft meiri lofti en venjulega. Já, við fengum það einmitt í eyrun að þeir eru búin að vera í grunnbúðunum í Arnarbakka fyrir utan Æsland Arnarbakka í 4 daga að tjalda til þess að undirbúa sig. Já, ég heyrði þetta bara verið 3 dagar en 4 dagar getur verið. Já, eins og ég segi, ég veit hvað þetta er talið enn í dag með það geti verið þessi dagsmunur hjá okkur. En það er að skila þeim, þeir eru 2-2 hjá. Algjörlega, þeir eru búin að vera flottir. Máni Östmann, hann er að koma á sin gamla heimavöll. Já, og er búin að standa sig sæmilega, en leiknismenn hafa að láta hann finna til tefa sinns hérna í fyrirleik. Já. Það er bara eins og það er. Þökkum Erni kærlega fyrir þetta. Já, og þakka fyrir, ég ætla að skila kveðju á afmælisbarn dagsins, Eli Jóhann. Jú, Til hamingju með það er bara takk kærlega frá mér.
Það var breytingi á leiknismönnum út af að leikmannum 6 Sigurinn Reynisson inn og kom í leikmannum 29 Guðmundur Karl Guðmundsson. Við erum komin að árundu góðir. Leikurinn er farin af stað, leiknum með boltan. Guðmundur Karl var að koma inn á fyrir Fjölni. Við hefum vonandi í vallaþjölunum. Ég sá ekki hver það var sem var tekinn út af. Jú, það var Sigurinn Reynisson sem var tekinn út af. Arnór með boltan á Árna Elvar. Hvað gerir Árni? Kemur boltanum á Ósas. Vel spilað hjá leiknismönnum hér í upphafi leiks. Þræðir hann á Ómar. Leiknismenn að spila vel sín á milli. Koma hér vel út úr hálfleiknum. Vera. Jón Höfn með boltan fyrir en er að sækja hornspyrnu. Horn á leikni. Og við fögnum því. Við hlutleysu. Að fá horn í innan leik. Það er Árni Elvar sem ætlar að taka þetta. Danni Finns auðvitað vanur að taka hornin fyrir leikni. Hann er í banni í dag. Árni kemur boltan fyrir. Arnór kemur hann aftur út á Árna. Árni með hann fyrir. Hvað gerist hér? Já, Ómar. En leiknismenn, nei Fjölnismenn koma sér fyrir þetta. Róbert með boltan fyrir. Sindri, hann er bara inn á teig eins og hann sé framherji. Hann er auðvitað að spila í fölskustu nýju. Hann er í fölskustu nýju. Já, hann er bara í hápressunni þar sko. Fer svo út á vangbakvörðin. Hjá fylgismönnum pressa hátt á þá. Það er svona planið, þannig að hann getur svo, þegar hann vinnur boltan þá gefur hann fyrir á Ómar svo og hann pannar hann bara í markið sko. Það er hárrétt. Það er einsveiðsmyndin. Það er einsveiðsmyndin, það er hárrétt. Það er góð áhættu stýring hérna hjá. Og Fjölnismenn er að fá aukaspyrnu. Já. Það er rétt hjá þér. Mjög góð áhættu stýring hjá einsmönnum hérna í dag. Samla því. Virkilega góð. Ég fekk spurningu í hálfleik frá einhverjum stuðningsmanni. Það var ekki svolítið kalt á leiknum. Já. Það er nei. Já, það er ekki kalt. Nei, Nei. það er ekki kalt. Það er ekki hérna inni í VIP-stúkunni sko. Ó nei. Í stúdíónu okkar. Já. Ó nei. Nei. Fjölnismenn með, þetta er hár bolti. Hár í lofti. Ekki, já, hár á höfði. Nei. Og Árni Elvar. Frétti það nefnilega fekk það eira að Fjölnismenn væri búin að vera með esjurættu í alla vikuna. Já, það er svoleiðis. Já. Þróttarar eru að vinna vestra og Já. Það breytir stöðtöflun ekki mikið fyrir Nei. playoffsið. Nei, það er hárrétt. Staðan er hérna á Leinsvellinum. En það breytir vissulega botbaráttunni. Það er hárrétt. Hvað er að gerast hér? Þróttur. Það er Stephen Lennon sem skorar fyrir Þrótt. Já, Steve. Og Hann er með the clutch G. hann er með the clutch gene. Og það er alveg potið Bjarki Björnsson sem laði þetta bakku. Já. Já, eða Kári Krít, það getur líka verið. Líka henni Harðar. Já, eða Emil Skúli jafnvel. Já, eða Eiki Blöð. Já, Eiki Blöð, hann gæti hafa lagt þetta marku. Kannski Gunn Axel. Já, Gunn Axel að sjálfsögðu. Einhver af þeim lítur að hafa lagt þetta marku. En þetta er auðvitað allt sem hann miklu meistar. Já, því líka. Miklir kongar. Hann fær boltan úr innkastinu og... Já, hreifvægt. Og
Fjölnismenn, þeir peinta aukaspyrnu og fá hana. Hárrétt hjá dómaranum. Hvaða stuðningsmenn ertu með fyrir þessa aukaspyrnu, Patrekur? Árni alveg tekur hana bara. Já, en það er Fjölnir sem á aukaspyrnu. Já. 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 Það er Það getur- Ólafur Dagur Já. sem stendur yfir boltanum. Gæti eitthvað gerst í þessar aukaspyrnu. Það gæti eitthvað gerst, það er hárrétt. Það er Bjarni Þór sem tekur þetta. Og Fjölnismenn að koma boltanum aftur fyrir, það er markspyrna. Ekki mark. Markspyrna. Já, það er ekki gert. Vestur búinn að nefna Stigið sem sterkt fyrir Þróttara. mögulega eftir varnarmistök frá Birki Björnsinni. Já. Nei, hann gerir ekki svoleiðis. Nei. Máni með boltan upp í hornið. Bjarni Þór kemur boltanum ekki fyrir. Leiknir sterkir í vörn og vinna boltan. Arnór kominn á skrið, gefur hann á Robba. Klaufalegt. Léleg sending þarna inn á miðju sem Fjölnismenn kom inn í og skot. En þetta er framhjá. Óralangt framhjá. Nei, þetta var rétt framhjá. Já, rétt framjá. Rétt framhjá. Já. Viktor með háan bolta upp á kantinn. Jón góð bolti og Ósi með háan bolta upp. Og þar kemur Davíð Júlían en nær ekki til boltans. Já. Manni góð bolta upp í hornið en þeir halda þessu inn á. En þeir aftur fyrir endamörk fyrir rest. Það væri gaman að fá eitthvað tjatti frá Fjölnismönnum, hvort að Hjörleifur Þórðarsson heldi stuðningsmaður væri að horfa, sko. Það væri gaman, sko. Það væri gaman. Svo er náttúrulega eiga að Begga Óla sinni, sko. Eiga hann inni. Já. Þeir eiga hann bara. Ég er ekki frá því að ég hafi séð hann í stúkunni. Já. Sigurði með bolta fram völlinn. Þetta var bolti. Þessi leikur spila svolítið á milli markvara núna þessa stundina. Já. Það er blíðskapar veður í Börki. Já. Það er blanka Við fengum þetta við bara. Og Sindri með skallan Já. á Robba Haugs. Þetta er ástæðan fyrir því að ákvæða raka sér hárið og hann geti skallað boltan betur. Ómar Só kominn upp í hornið. Bolti lendir betur á leðrinu. Já, það er hárið. Robbi miðjar boltan, þar er Arnór. Robbi með frábæran bolta á Ómar Só. Hvað gerir Ómar Só? Aftur á Robba. Þeir eru að spila og er að sækja hornspyrnu. Æslegt. Læslegt hjá þeim. Gott að fá horn Já. í þennan leik fyrir okkur hlutlausu. Þetta er hornúmer. Þetta er tæplega 50. hornið sem leiknir að fá í þessum leik. Tæplega. Nú fór Patrekur stúkuna í hálfleik og heilsaði upp á fólki í stúkunni. Jú. Hornið. Og Fjölnismenn skalla frá. Það er Davíð Júlían. Hvað gerir Davíð? Kemur honum að opna? Nei, fyrir. Robbi skall. Ef mér misast ekki, Já. þá sýndist mér sjá
Davíð Lamati þjálfara Vestara hérna í stúkun aðan. Nú? Þeir eru alltaf líklegir á að þeir mætast í play-offsinni, Fjölnir og Já, það er Vestri. Eins og staðan er núna. Já, þannig að mér sýndist hann sjá hann á svæðinu. Nú? Já. Hann er ekki á fyrir núna? Nei. Leikur skipti það litlu máli greinlega fyrir þá. Já, það er svoleiðis. Eða miklu, ég veit það ekki. Eða miklu. Já. Ég skal ekki segja. Ógítur. Sjá, Sindri er að vinna boltan. Glæsilega gert hjá honum. Kemur hann Jón Hrafn sólar einfallega Fjölnismennin upp úr skónum þarna. Hann er búinn að gera þetta í dag. Já. Sólar menn upp úr skónum. Og þá kemur Ósi. Ósi menn. Ósi menn. Já. Sela maðurinn geði. Er þetta svona, hvað myndu segja? Er þetta Timber? Eitthvað svona? Ósvald? Já. Jú, það er hægt að líka nú við hann. Það ekki? Er þetta Alexander Shevchenko? Ég myndi ekki líka nú við Shevchenko. Shevchenko leit meira inn á miðjuna en Ósi reynir að keyra upp kantinn. Hann er okkar Ben White. Já. Hann er okkar Ben White. Einfallega. Nei, hann er Tierney, ekki Tierney. Okkar Tierney. Já. Spilar við með hjartanu, alveg eins og Tierney gerir í hverjum einasta leik sem hann fara að spila. Og skór sér landsliðinu. Að sjálfsögðu. Sjáum Fjölnismenn, þeir eru með boltan fyrir. En Ósi, sterkur þarna, vinnur þetta vel gert hjá honum. Já, ótrúlega vel gert. Já, þetta var bara fáránlega vel gert. Við fengum hann bara. Jú. Líkandi þeir leta hann bara fara. Já. Unglingalandsliðsmanninn. Já. Jú, menn gera mistök og allt það. Já. En heldur að það hafi verið mistök að hafna tilboðinu frá Sáti í Sindra Björnsson? Nei, ég svona fyrstu viðbrögð, ég held að þetta sé ekki nógu hátt tilboð, þess að 50 milljónir evrur sem buður. Hann hefur verið seldið með blá, held ég meira. Það er að fasteignafélagið Valur keypti hann á sín tíma. Já, það voru, 55 milljónir evrur? Já, á þeim tíma. Á þeim tíma. Það er náttúrulega meira. Hvað ætli nú verið þeirra sölus í dag? Já, ég er að segja það sko. Það væri ykkur uppað sko. Jú, það er rétt. Ég er vissulega viðskiptafræðingur, þannig ég veit hvað núverið þeirra fjármuna er í dag, en leyfi áhörfundum að reikna út sjálfur. Já, 2016. Og hann var bara byggameistari strax, og strax með álum. Sótti strax titilinn sko. Sjáum, Fjölnir, þeir keyra hann teginn. Hvað gerist? Fast skot, Viktor góður í markinu, er það vel? Sjáum að það er alveg að slaga í 60. mínútu og Sindri Björnsson er ennþá inn á vellinu. Þetta er ótrúlegt. Hann getur bara haldið út. Vanalega er hann farin út af á 60. mínútu. Hann hefur ekki... Herðu, það er rifið hér í Davíð. Hann hefur ekki endur sig í að halda meira út sko. Oliver er að fá skuldað gullspjald til að hafa bara haldið Davíð Júlían. Hann vil finna Sindra í fætur. Finnur Arnór. Arnór, sjáum Sindra, hann skannar völlinn. Leitar að svæði. Arnór með boltan fyrir. Þessi bolti er út af innkast sem Ósvald tekur. Davíð býður sig, Árni býður sig. Ómar býður sig inn á teignum. Virkilega vel spila hjá þeim. Arnór með boltan fyrir. Það er Jón Hrafn, en næri ekki til boltasportin aftur fyrir endalínu. Það er eins og þeir séu að æfa. Það mætti halda það. Það virðist vera allt af æfingarsvæðinu. Já, beint af æfingarsvæðinu hérna baka okkur.
Við gætum þurft að fara fljótlega að hringja þessi tíðindi inn að það er komin 60. mínúta og Sindri Björnsson er ennþá inn í vellinum. Hann hafi bara þetta endurance. Jú, ég held að við þurfum að gera það fyrir hann. Sindri Björnsson var búinn að hringja inn tímpönt á dóminu og biðja hana að vera afhenda 65 mínútu ekki. á 60. mínútu þegar hann er búinn að koma sér fyrir og klára Lion bara sitt eftir að hann er tekinn út af. Þú þurft að senka þessu til 75 mínútu. Bjarni Þór neðan fyrir, Patrik skalla frá. Leiknismenn hreinsa þennan bolta frá. Boltinn fyrir aftur. Arnór sterkur, liggur eftir. Dómari. Ekki, Já, við smá tækniörðuleikar hér. Já, ég fekst þetta bara. Smá pása í leiknum, við skulum hringja þessi tíðindi inn að það er 60. mínúta og Sindri Björnsson er ennþá inn á vellinum. Það er á tali, eins og er. Á tali með... Íjar Ingar eru búin að jafna. Við erum að fá símtal. Eli Jóhann. Hvað segirðu? Herðu, bara örsnögg tíðindi, það er ekki markið að neitt. Okkur fannst bara að við þyrftum að hringja inn. Það er komin 60. önnur mínúta og Sindri Björnsson er ennþá inn á vellinum. Nei, það voru flestir búin að spá því að hann er tekinn út á 60. mínútu en hann er ennþá inn á. Hann er, það er svona aðeins farið að pústa. Ótrúlega djúrum hann hefur sem maður. Meira var það ekki. Já, bæ. Sjáum dómarann, hann býður eftir að koma á boltanum aftur í leik. Fjölnismenn með boltan fyrir. Dómarinn flautar, það er aukaspyrna fyrir Leiknismenn. Viktor með boltan fram. Og hvað gerist hér? Ómar Só kemst ekki í boltan hanna. Leiknismenn fá innkast. Já. Sindri með boltan. Það eru tíðindi frá Vestfjörðum. Sindri, já, hver eru þau? Fyrrum Leiknismaður sem skoraði mark Vestmann á móti Þrótti. Það er jöfnunarmark svo kallega. Já. Mikael Jakobsen. Já, það er rosalegt. Já. Já, þetta eru þungi nývar okkar þóttara. Leiknismenn að fá hér tæplega 50. hotseat í leiknum. Já. Einhvers staðar er það tæplega. Það hlýtur að vera. Já. Nei! ÍR eru komnir yfir í sérleikur, eru frá hér.
Það er ótrúlegt. Þeir voru 2-0 undir. Hortspinnan. Og Árni farinn aftur. Hvað gerir Árni? Kemur fyrr. Koma svo. Herru, þeir verða að tala saman, Daði og Jón Hrafn. Já. Ósi kemur á ferðinni. Skallinni, en það kemur ekkert upp úr þessu. Jæja. Ósi skallar þetta frá, vel gert hjá honum. Það er spurning hvort að leikmenn og stuðningsmenn KFA hafi verið byrjaðir að fagna í stöðunni 2-0. Aðeins of snemma. Við vitum það að það er svo gríðarlega hættulegt að byrja að fagna í stöðunni 2-0. Það hefur sýnt sig aftur og aftur og aftur að það má ekki byrja að fagna í stöðunni 2-0. Það er einfaldlega of snemmt. Ég held eins og IR Magni árið 2018. IR núna að snúa þessum leik við. Þetta er ótrúlega. En það er verið að dæma hér auka spyrnu. Stór hættulegum stað. Spurning hvort þetta sé rétt eða ekki. En dómarinn dæmir. Rétt er það. Það er dómarinn sem dæmir. Sama hvað. Og ef honum finnst þetta að vera rétt, þá verður þetta rétt. Já. Ég hef lært það ekki um tíðina. Það þýðir ekki að... Ó, nei. Já. Það þýðir ekki að þræta við dómarann. Nei. Já. Við verðum að fá það í eitthvað frá eftir dómarinn. Dómarinn veit alltaf. Árið rétt. Það er skipting á félagsmenn. Undanfarið er leikmenn nr. 8, Ólafur Davíð Tólasson, 9 Bjarni Gunnarsson og inn á komið nr. 14, Daniel Ingvar Ingvarsson og 23 Hákon Ingi Jónsson. Eins og vallaþulurinn góði var að lesa upp, þá var Fjölnir að gera skiptingu á liðinu. Hákon Ingi og Daniel Ingvar að koma inn á. Já, var Hákon Ingi bara að fara út af? Hann var að koma inn á. Já, inn á, já. Já. Ætli. Það er leikmaður. Það er leikmaður. Já. Aukaspinnan. Núi, þessi bolti var rétt fram hjá samskiptunum. Góð aukaspinna hjá Fjölnismönnum. Það er samskiptunum. Bjarni Þór. Bjarni Gunnars. Bjarni Þór. Bjarni Gunnars. Bjarni Þór Hafsteins. Hafsteins, ja. Hættulega leiki að spila upp í markið. Fjölnismenn að pressa þá hátt. Svo senduðu bara inn fyrir á Ómar Só og... Já, gekk ekki alveg þarna. Nei. Ómar Só komst ekki í bolta. Það var einu bolta næst. Einu bolta næst. Já. Skipting á liði Leiknismanna. Jú, það er rétt rúmlega 60. mínúta og Sindri Björnsson er að koma út af fyrir... Nei, já. Pítsan býður. Fyrir Skjálsson Vinstlæg. Og bítu. Jú. Hér er pizzasendil Dominos að koma hlaupandi að varamannaskýlinu. Já. Er íslenski KTB bara að fara út af? Já. Íslenski KTB. Já. Það er bara svona. Árni og Arnór spila vel á milli sín. Er þið bara að hvíla fyrir play-offsið það? Þeir eru að hvíla Sindra fyrir play-offsið. Koma með boltan fyrir. Jónat. Nei, þetta var Davíð sem gerði þarna allu á boltanum. Og hvað er að gerast hér? Já. Segð þú mér. Já, segð þú mér. Já. Sjáum í seinni hálfleik er myndaða vinnan á Leiknisvellinum búin að vera alveg til fyrirmyndar. Já, er þetta batnað? Þetta hefur sko heldur betur batnað. Gerfugrindin var ekki alveg að vinna með ykkur fyrir hálfleik. En það er auðvitað Gerðvík sem stýrir þessari myndavél. Eftir boltan. Tæknin nú til dags er ótrúleg. Hún er ótrúleg. Einfaldlega ótrúleg. Já. Þeir eru komnir hérna upp að tegnum boltinn fyrir og þeir eru að sækja hornspyrnu. Nei, þeir eru ekki að sækja hornspyrnu. Nei. Þetta er markspyrna. Já. Hárrétt dæmt.
Já, dómarinn dæmi. Dómarinn meir. Já. Þeir eru búin með kvotan. Já. Fá ekki fleiri hótspunir. Þeir þurfa að hringja í Kristján Olsson til að fá meiri kvota. Sjáum Róbert, hann keyrir að boltanum og gefur innkast. Hann er ósáttur með það að Fjölnir er hótkastið. Finnst illa að sé vegið þarna? Já. Fjölnismenn, þeir eru ekkert að drífa sig við þetta. Nei, þeir eru góð listakur þetta að eyða mínútunum. Jú, það er hárið. Boltinn Það er... væri gaman að vita hvernig staðan væri í afturöfningu og heimleiknum. Já. Til að segja ykkur svona meira Við sjáum að myndavélinn, hún er alveg í ruglinu núna. Akkurat á þessari... Og þegar Fjölnismenn eru að sleppa í gegn. Boltið fyrir, en ekki góð boltið fyrir. Myndavélinn er að sýna okkur löngu vitleysu. Já, hún er ekkert... Svo fallega sjón. Já, henni leist þær vel á hana. Við erum að fá það í eyrað að Afturelding eru að vinna Ægi 2-0. Ok, þá skiljast ennþá 4 stig Fjölni og Afturelding staðinni núna. Rétt. Og Skaginn er að vinna Njarðvík 1-3 á Njarðvíkurvelli. Njarðvík að tapa sínum öðrum leik í röð. Já. Við vorum vissulega á síðasta leik. Já, þar vorum við í einhver versta veðri sem hefur sést á þessu ári á Íslandi. Fótbolti hefur verið spilað. Já, það hefur aldrei verið spilað fótbolti í jafn slæmu veðri og í Njarðvík. Það verið 35 metrar. Já, þar vorum við. Grjótharðir. Já. Sjáum okkur ótrúlegustu vítaspyrnu sem tekin hefur. Jú, það er bara hárrétt. Sem á missi boltan. Og nær honum aftur, sterkur. Hvað gerist núna? Ómar að kerra inn í teginn. Ómar og Davíð. Út á Jón Hrafn. Hvað gerur hann? Engin Sindri inntekning til að gefa á. Hann kemur boltanum en Sigurjón Daði grípur þennan. Það var náttúrulega engin Sindri til að gefa á. Það var engin Sindri til að gefa á. Hann er með þetta Clutch G. Hann er með þetta Clutch G. Útbúinu sem hann hefur. Patrik brýtur á Mána. Það er allt tómt hér. Það er Davíð með boltan. 75 á klukkunni cirka. Góður bolti á Skjelsen. Robby sterkur. Nær boltanum þarna. Arnó með boltan. Upp á Skjelsen. Hvað gerist núna? Nú þurfa leiknismenn að gera eitthvað við þetta. Gera sér mat úr þessari sókn. Nei! Taktar! Og Robb! En eitt hornið. Ég er náttúrulega ekki með Skjelsen. Já. Þetta getur hann. Þetta getur hann. Og hann ætlar að taka hornið. Já. Gaman að því. Við erum náttúrulega ekki með manni með stóru skærin á hnífana. Inn á. Nei, við erum það ekki. Hann er að spila leiki fyrir þjóð sína. Já. Róbert Kvendal. Já, að sjálfsögðu. Það væri gaman að hafa hann að taka skærin hérna. Það væri gaman. Ja. Virkilega. Fíbla menn hérna. Já. Fjölnismenn hreinsaði þetta hot frá. Jú. Boltinn ennþá í hættu, en nei. Fjölnismenn 2-2. Eiginlega 2-1. Hvað gera þeir? Ósi sterkur nær komna fyrir. Vel gert hjá honum, en ennþá hætta. Daniel Ingvar kemur boltanum tilbaka. Dofri kemur boltanum, skiptir, Arnór sterkur. Skallar þetta frá. Og það er brotið á Davíð, nei, á Róberti Hauks.
Dæmt Þorvaldur Taugs. Það er brotið á honum. Brotið á honum. Leiknismenn að gera skiptingu. Út af fer Jón Hrafn Barkason og inn á er Marko Sivkovic að koma. Breytingi á leikni, út af fer leikmannum 19, Jón Hrafn Barkason og inn á kemur leikmannum 18, Marko Sivkovic. Nú tekur aukaspyrnuna, spilar á milli. Það var gott samspil hjá þeim. Davíð Júlían með boltan, gefur hún á Mósa. Mark byggður boltan, dauða frýr á hægri kantinum. Boltinn inn á Davíð Júlían. Davíð ennþá með boltan, en skot hans í varnarmann Fjölnis og aftur fyrir endamörk. En ein hornspyrna. Já. Árni Elvar stillir upp í þetta horn. Nú vilja Leiknismenn loksins gera sér eitthvað úr hornið. Góður bolti inn á teginn. Það er Róbert Hauks. Kemst ekki boltan. Ómar Skjelsækir. Marko með boltan, hann dansar. Tært var það. Það er að fá skilaboð hérna í raun að í gerðigreind búin að vera góð hingað til. Gerðigreind er búin að vera ágæt. Já, þannig að ég því mér get ekki stýrt gerðigreindinni eða AI. Það er AI sem stýrir vélni og eldaboltan, þannig að hún hefur bara verið að klikka Já. ef hún hefur ekki verið að elda boltan. Þetta er sjálfstýrð myndavél Já, sem á að elda boltan. Við getum lítið gert í því að myndavélina sé ekki elda boltan. Því miður. Já, annars myndum við vilja gera það. Já, það væri að sjálfsögðu best að hafa mann á myndavélinni. Já, það væri sterkt. Hann sér þetta kannski aðeins betur. Ómar. Og spinna. En jú, það er rétt hjá þér. Við getum ekkert gert að því að myndavélin sé í svona kannski einstaka sinnum smári. Leiðilegt er það, en ekkert í því að gera. Þetta er svona í tæknin. Svona er tæknin. Já. Það er vissulega bara árið 2023. Já, það er bara... Hún er ekki lengur tæknin. Ekki komið lengra þetta því miður. Nei. Það er kýtingur og Fjölnismenn er að fá aukaspyrnu. Dómarinn segir að Patrik hafi rifið leikmann Fjölnis niður. Hákon Inga. Hárrétt hjá dómaranum. Hákon Ingi, þetta er player sko. Þetta er player. Já. Við verðum að gefa hann það. Spilar góðan bolta. Það er hárrétt. Patrik sem brýtur á. Ég ekki svo að reyna að byrja hann þess fram sko. Þessi leikur búinn að vera svona tiltölulega daufur í seinni hálfleik. Já. Fátt fína drætti hér. Já, það er svona síðustu samfara með þessa niðurstöðu. Já. Gangi í móla. Patrik skallar þetta frá. Það er alltaf bara að vera að drilla leikmann fyrir play-offsið. Jú, það er hárrétt. Eins og góður maður sagði áðan, þá er hausinn á Leiknismönnum sennilega komin í play-off. Já. Samt er einn leikur eftir þennan leik. Það er ótrúlega að sé bara komin í play-offs. Staðfest við Leiknismenn. Það er ótrúlegt, það er alveg hárrétt. Já. Það getur enginn náðinn.
Viktor, hann er að fara að fylla upp í markspyrnu. Það hefur oft verið meira undir þegar þessi tvö lið eru að mætast. Það er rétt. En Skall frá Dóra. Hárskalli. Og Skjelsen með takta. Hann er búinn að mæta hér inn með fler. já. Hver? Skelsi? Skjelsen Seni? og Árni Elvar á eftir boltanum en Fjölnir hreifði þetta út í Arnór, hann vil koma á boltanum sennilega. Já, kemur hann upp á Árna, Árni uppi. Og Ómar. Ómar dansar með boltan. Ekkert verður úr þessu. Núi, Daði að missa boltanum, en hann er snöggur að hugsa, fljótur á stað. Hann er Bjargar sér. nefnilega snöggur að hugsa. Daði Júlían með mann í bakinu og Daði hreinsar þetta frá. Já, þetta var vel gert hjá Leikni hann að koma boltan frá tegnum. Já. Það er sterkt hjá þeim að hafa gert það. Ósi, hann má eiga það. Hann er búinn að vera frábær í þessum leik. Já. Hann er búinn að vera góður í leikjum sem hann spilað. Já, já. Það er ekki að taka það á hann. Blikarnir, þeir eru væntanlega vel pirraðir yfir að geta ekki nota Ósa í Evrópukeppninni í vetur. Já. Þeir eru bara að hugsa, við lítum á það. Já. Sá geti verið góður úti á móti Soria. Já. Bara með rennibrautina hana, flugbrautina fyrir fram að sig hana. Árni stillir upp. Hopp, hörðu, nýja tölur hérna úr mjótinni. 4-2 Það er 4-2 fyrir í mjótinni. íringunum. Skalli. Núi, hendi! Það er vitlaust. Dómari. Leiknismenn vilja fá hendi en dómarinn dæmir ekki. Þá hlýtur það að vera réttu dómur. Já, þarf ekki að senda hann í. Fyrst að dómarinn dæmir ekki, Nei. hlýtur það að vera rétt. Ég ætla að segja lítið. Já, þetta var ekki víti. Við ætlum ekki að senda Ómar hann í. með skotið. En yfir. Spurning hvort að Leiknismenn hafi eitthvað til síns máls þarna. Já. Að þeir hafi átt að fá víti. Já. Það var Hann er allt sögð allt upp úr hér. Já, það var allt vitlaust á pöllunum. Já, Ha, það var allt vitlaust. já. Það var bara kveikt á blísum og Dómarinn sem dæmir. hann er dæmt þetta vel hingað til, sko. Hann má eiga það. Já. Allar ákvarðinnar hans búin að vera hárrétt Já. af. Sama hvað. Arnór kassar þennan út af. Fjölnismenn Já. fá innkast. Hött nei. Það er KFA hött, örugglega. Herðu, það er símtal hérna. Og það er, hvað er að gerast hérna? Ariel. Þetta er búið að vera Já. fátt fína drætti í seinni hálfleik. Það er svo bæði lið sér sátt bara með niðurstöðuna. Það er bara, já, bara frekar döttirinn í seinni hálfleik. Ekki mikið af það. Já, það er eins og Leiknismenn sé að velja sér mótherja í play-offsinu. Herri, Ómar Só, hann er að sleppa í gegn. Skot! En nei, Sigurðan Daði, hann verður þetta. Herri, segjum það. Já, bæ. Jú, við heyrum þarna í doktornum. Jú. Búið að vera bragðdauður seinni hálfleikur. Já, lítum fína til. Jú. Það er spurning hvort að Leiknismenn sé að velja sér mótherja. Maður veit það ekki.
Við erum að fá skiptingu frá Fjölnismönnum. Máni Austmann er að koma út af fyrir Reyni Haralds. Íringinn. Hann er auðvitað íringur, Jú, jú. Reynir Haralds. Hann veit ekki á niðurstunni sem er niður í Mjót. Og Bjarni Þór er að koma út af fyrir Baldvin Þór Bentsen. En ætli hann viti hver staðan er niður í Kópavogi? Já, niður í Kópavogi. Veit ekki. Landamann Kópavogs. Það vita það auðvitað allir að landamæri Breiðholts og Kópavogs liggja á Breiðholtsbrautinni. Viktor með góða Fer þar í gegn. vörslu. Það er breyting á Fjölni. Þetta fyrir leikmaður nummer 20, Bjarni Hafþórsson, númer 77, Máni Austmann. 109 hverfi, er náttúrulega hluti á Kópavogi. Já, 109 Kópavogur. Reynir Haraldsson og nummer 22, Baldvin Þór Bentsen. Sett á hann bara, sett á hann! Robby Hauks dansa með boltan. Marko. Hann vill örugglega láta til sín taka eftir að hafa komið inn á. Gefur hann á Ómar Só. Ómar Só. Ómar Só heldur boltan og gefur hann á Marko. Hvað ætlar Marko að gera? Marko er ennþá með boltan inn á tegnum. Hann verður að koma hann frá sér. Leiknir er bara með hann. Ha? Hann er öflugur. Já. Robby Hauk er að brjóta af sér. Spurning hvort hann hafi farið í boltan þarna, hann Robby. Það er spurning. Það er nefnilega spurning. En dómarinn hlýtur að hafa rétt fyrir. Já, hann hefur það. Já, hann er, já, Hans mati. búinn að hafa allar ákvarðanir hans hér í dag eru búin að vera hárréttar Já. að hans mati. Hans mati. Og gott skot frá Fjölnismönnum sem fyrir rétt framhjá. Eða fór mjög langt framhjá. Já. Svona fyrir okkur hlutlausu. Erum við að sjá rétt hérna? Hvað segirðu? Hvað er að sjá? Landsliðsþjálfari. Já, herðu, já. Tom St. Piet, hann er í stúkunni, landsliðsþjálfari Gambíu. Hann er bara á leiknum. Hann er auðvitað að fylgjast með Ómar Só, en Gambía er að fara að spila á AFCON í janúar. Robby Hauks með skot langt yfir. Ómar Só er bara að spila eitthvað allt öðru velið en Berja. Hann er búinn að vera frábær. Já. Það er ekki hægt að segja neitt annað. Hann er búinn að vera frábær í allt sumar. Og augljóst að hann finnur inn á honum og til dæmis Mohamed Salah. Hausinn á Salah, hann fer á AFCON, en hausinn á Ómar Só er ekki kominn á AFCON. Hann er á Fjölnismönnum. Hann er á Fjölnismönnum og hann tekur einn leik í einu. Leikmaður nummer 11, Brynjar Hlöðver. Líka aðra munur á Mohamed Salah og Ómar Só. Nú, Mohamed Salah er frá það er rétt. ekki Ómar Só. Nei, Það er annar munur. það er rétt. Mikið, já, þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Já. Sigurjón Daði, boltan langt fram. Daði skallar þennan frá. Svo er hann alltaf með græna kortið, sko. Já, hann var auðvitað í námi í Bandaríkjunum. Og Arnór með tilbaka. Nú þurfa leiknir að láta eitthvað gerast. Ef þeir ætla ekki að tapa þessum leik. En ef þeir ætla að velja þessi mótherja, þá vantar að tapa þeir. En Þeir geta svo stíðið. já, þeir geti svo stíðið. Þeir geti líka alveg unnið. Þessi leikur er ekki búinn. Nei. Þetta er auðvitað ekki búið fyrir en Við að höfum dómarinn séð það áður. fyrir en að dómarinn tekur það ákvörðun að leikurinn sé Við búinn. höfum séð það árið á leikvelli. Leiknir lent undir en komið tilbaka. Hárrétt. Og leiknum með aukaspyrnu. Og það hefur gerst oft mjög seint í leikjum. Jú. Við höfum verið hér að lýsa leik og leiknum hefur hendi í eitthvað hnífasett á Já. loka mínútum. Við höfum verið að söffara hérna á síðustu mínútum en svo allt í einu. Við hlutlausu, já. Við munum auðvitað eftir spurningu hjá Hilda og við Þór. Já. Og loka sekúndur leiksins. Og svo kom Ómar Só bara. Já, með
svona 800.000 króna japanskt hnífasett í baki á Þórsurum. Þórsarar að brjóta á stórhættulegum stað. Edvard ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Og Fjölnismenn eru ekki sáttir, en þetta hlýtur að hafa verið rétti dómur vegna þess að dómarinn dæmdi þetta. Já, Úlfur. Helvítislega saman. Já. Language. Það eru, Language. þeir eru að láta stór orð fljúga hér af bekk Fjölnismanna. Já, þeir eru að vinna hann leik, þannig að það er ótrúlegt. Já, hann er ekki sáttur með þennan dóm, en þetta hlýtur að vera rétt, ekki satt? Allavega dómarinn dæmdi þetta. Honum fannst það að vera rétt. Árni, með sendinguna fyrir, chippar þetta boltinn aftur fyrir og það er hotspinna. Já, en ein önnur hotspinna í þessu leik. Ein hotspinnan. Já. Hvað ætla Leiknismenn að gera hér? Þeir ætla að stilla upp í hot. Það er hotspinn í crunch time. Já. Það er bara einfallega þannig. Crunch time hotspinna. Crunch time. Við erum ekki búin að fá að sjá uppbóta tíman, þannig við vitum ekki hvað er mikið eftir þessum leik. Það eru 4 mínútur. Hotspinna. Fjölnismenn bara skella þetta frá og hreinsa þetta frá og fram. Við erum að fá ótrúlega kveðjur hérna. Við erum að fá skilabóðum. Við erum að fá skilabóðum. Það er verið að fagna lýsingunum í dag frá stórum aðdáendum. Nú? Já. Það er bara móðir tveggja bræðra. Nú? Já. Björnsson bræðra. Já. Já. Og við auðvitað skilum góðri kveðju tilbaka á Hrafnhildi. Já, rétt. Það er risastór kveðja. Risastór kveðja. Já. Þau eru með 2 sjónvarp að horfa á sykurleikinn. Já, já, að sjálfsögðu. Einn í sjónvarpinu, einn í iPadinum. Já. Jú, það er bara riskveðja. Daði, nú verða Leiknismenn að gera eitthvað. Það er crunch time. Ekkert annað. Þetta er leikur tveggja liða. Já. Og tveggja hálfleika. Leikur sem á sitt eigið líf. Já. Það gleymist þetta. Það gleymist. Þetta er leikur sem á sitt eigið líf. Árni með boltan fyrir. Fjölnismenn hreinsa frá. Þeir eru bara með 6, 7, 8 menn inn í teig til þess að hreinsa frá þessa bolta. Arnór Þeir eru í nauðvörn. Þeir eru í nauðvörn, það er hárrétt. Nú þarf Viktor að koma boltanum fram strax. Takk. Þeir líður ekkert vel þannig. Nei, þeir vilja. Þeir koma bara öllum boltum frá. Leiknismenn búin að liggja á Fjölni hér á lokapaður. Fjölnismenn hafa ekki fleiri vopn í vopnabúrinu. Fjölnir vinnur boltan. Þeir liggja bara langt niður á blokkina. Það er hárrétt. Hvað gerist hér? Herðu, hann er að sleppa í gegn. Hvað er varnarlína Leiknismanna? Vel varið hjá Viktori. Hún er mjög ofalega. Hún er mjög ofalega, það er hárrétt. Skjelsen keyrir upp. Nú vilja Leiknismenn gera eitthvað. 2 Fjölnismenn fyrir aftan boltan og eru með að verjast á 8 mönnum. Það er erfitt að brjótast og Fjölnismenn, dómarinn dæmir, Leiknir 1, Fjölnir 2. Við ætlum að þakka fyrir okkur úr lýsingunni og hvetja alla til þess að stilla inn á Dr. Fútból. Við ætlum að heyri þeim að fara yfir þennan leik. Þökkum kærlega fyrir öllum áhörundum. Það var Jóhann og Patrikur, spretthlaupurinn Geðvi. Þökkum fyrir okkur í dag. Og við verðum með ykkur í play-offsinu því að Leiknir eru komnir í play-offsinu. Yes! Sjáumst þá. Góðar stundir.